ætla ég að bjóða velkomna Þórelínu Þórhallsdóttur. Hún fær fyrst 5 mínútur til að tala aðferðafræði rammaáætlunar. Já, komið þið sæl og gaman að sjá ykkur öll og þakka Þorra kærlega fyrir að hafa forgöngu þetta mikilvæga, að við hittumst hérna og tölum þetta mikilvæga málefni. Ég ætla aðeins, ég fæ 5 mínútur til að tala aðeins faghóp 1 og þá fyrst bara örstutt hvað rammaáætlun. Rammaáætlun langtíma stefnumótun orkunýtingu. Fellur í þann flokk áætlunagerða sem kölluð mat á umhverfisáhrifum áætlana. Þetta löggjöf sem við þurftum að taka upp frá Evrópusambandinu, þetta kallast Strategic Environmental Assessment á ensku. Þetta samanburður á valkostum og mat á kostum og göllum. Og útkoman forgangsröðun á grundvelli heildarhagsmuna. Hver ávinningurinn? Í fyrsta lagi að þá ættu veigamikil ágreiningsefni að koma í ljós áður en að það búið að taka óafturkræfar ákvarðanir. Það gert ráð fyrir miklu samráði við almenning, virku aðgengi almennings og hagsmunaaðila með umsagnarferlum. Þetta byggist að mestu leyti á mati og vinnu faghópa. Þeir mæta og raða út frá skilgreindum forsendum og ólíkum hagsmunum. Þannig að til grundvallar á að leggja faglegt eða vísindalegt mat sérfræðinga. Þetta það sem á ensku kallað evidence-based decision making. Ég ætla bara að tala faghóp 1 hérna og taka út svona einstök atriði sem mér finnst mikilvægt kannski að ekki allir hafa einhvern veginn áttað sig á. Það stendur í markmiðssetningunni í lögunum frá 2011 að þetta sé heildstætt hagsmunamat þar sem tekið tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja. Þannig að það mat faghóps 1 sem lagt til grundvallar fyrir verndarflokkin í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá það landsvæði sem fara í verndarflokk. Á grundvelli sjónarmiða mótuð stefnu hvort landsvæði, þar sem að finna virkjunarkosti, hvort að þetta landsvæði megi nýta til orkuframleiðslu eða hvort það sé ástæða til að friðlýsa þau. Útfærsla einstakra virkjunarhugmynda skiptir þarna ekki máli. Annað að friðlýsingin hún beinist eingöngu að orkunýtingu. Það bara verið að segja þetta landsvæði sem við ætlum ekki að nota til orkuframleiðslu. Það eru engar hömlur settar á aðra landnýtingu. Faghópur 1 tók til starfa á vormánuðum 1999 og núna þegar komið í 7. áfanga það hefur verið lögð gríðarlega mikil vinna í að þróa aðferðafræði hópsins. Það var lagt upp með það að byggja þetta á vísindalegum grunni eftir föngum hlutlægum viðmiðum. Einkunnagjöfin ætti að byggja á viðurkenndum forsendum, ótvíræðum og helst mælanlegum viðmiðum. Þetta krefst gagna og þá helst tölulegra gagna. Matið þarf að vera heildstætt. Það þarf að vera þannig að það sé hægt að kynna það fyrir hagsmunaaðilum, stjórnvöldum í ekki allt of flóknum pakka. Þetta augljóslega ekki einfalt þar sem að þarna verið að bera saman epli og appelsínur og það ekki til neinn augljós sameiginlegur mælikvarði. Margir þættir, hvað eiga þeir að vega mikið innbyrðis, hlutlægni og samkvæmni augljóslega langbest tryggð með því að ákveða fyrirfram hvert vægi einstakra þátta eigi að vera. Það komið hérna þær Stöllu Björt og Svanfríður inn á það áðan að það væri allir óánægðir með útkomu rammaáætlunar. Ég held að það sé að mörgu leyti rétt. Það algjört lykilatriði að þetta sé rekjanlegt og gegnsætt, þannig að það sé hægt að sjá eftir á
hvers vegna svæði eða virkjunarkosti lenda ofarlega eða neðarlega, þá fólk miklu líklegra til að sætta sig við það, útkomuna þó það sé kannski ekki beint ánægt. Já. Þannig að þetta krefst allt sundurliðunar. Þannig að við endum hérna með fjölþáttamat og við höfum alveg frá upphafi hefur þessu verið skipt í þarna 5 viðföng sem við köllum jarðminjar og vatnafar. Þar undir jarðhita auðlindin sjálf, tegundir lífvera, vistgerðir eða vistkerfi og jarðveg, landslag og víðerni og menningarminjar. Ég hef ekki tíma til að fara í þetta í neitt nákvæmlega, bara rétt að hlaupa í gegnum það sem auðugt eða fjölbreytt meira virði heldur en það sem fábreytt. Það sem fágætt hefur sérstakt gildi, upprunalegt meira virði en raskað, stærð og heild til dæmis það sem eru stóru fuglastofnar, það svæði hefur sérstakt gildi. Alþjóðleg ábyrgð vísar eingöngu til fugla og vistgerða sem að Evrópuráðið hefur samþykkt að hafi sérstakt gildi. Upplýsingagildi til dæmis eru sum kannski fjöll, sérstaklega gott dæmi sinn flokk myndunar og síðan metið sjónrænt gildi fyrir landslag. Faghópur 1 hefur alltaf unnið þannig að það byrjað á því að safna gögnum, bæði birtum og óbirtum. Það farið í vettvangsferðir, myndum safnað og það mikið lagt upp úr því að hafa matið eins vandað og hlutlegt og án hvað segir maður, það sé ekki hlutdrægt að neinu leyti. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvort það hefur alltaf verið gert þannig, en ég held minnst að kosti oftast að það fyrst skipt upp í undirhópa, hver undirhópur sem þá mestu sérfræðingarnir á því sviði til að leggja fram rökstudda tillögu, fyrst að einkunn, kynna fyrir hópnum, þær eru umræður, síðan leynileg atkvæðagreiðsla, þar sem að allir greiða atkvæði. Þetta gildir fyrir allt nema landslag. Ég veit ekki alveg hvernig hefur verið farið með víðernin alltaf, en þar hefur verið sameiginleg einkunnagjöf. Þannig að það endað með einhverja heildareinkunn fyrir verðmæti, en síðan áður en að kemur að loka röðuninni, þá líka tekið með í reikningin ef að svæðið hefur einhver sérstök verðmæti eða mikilvægi, og það þó bara miðað við það sem að stjórnvöld hafa þegar ákveðið, til dæmis ef að landið er friðlýst, ef að það friðlýst alþjóðlega, ef að þarna eru búsvæði á lista Evrópuráðsins, ef þarna eru friðlýstar minjar og svo framvegis. Og síðan fer hópurinn í þessa endanlegu röð fyrir verðmæti og síðan farið í gegnum alveg sama ferlið aftur fyrir áhrifin. Rammaáætlun hefur sem sagt verið gagnrýnd, eins og var komið inn á áðan, fyrir að vera flókið og óskilvirkt ferli sem tekur allt á langan tíma. Allir hagsmunaaðilar, orkugeirinn og þeir sem að koma að og láta sér rammaáætlun skipta af einhverjum öðrum ástæðum, þeir gera þá kröfu réttilega að matið standist rýni. Að það sé rétt, að það sé faglegt, hlutlegt mat byggt á bestu gögnum. Þannig að það þýðir ekkert að leggja upp með rammaáætlun sem ekki byggjar á góðum gögnum og vandaðri vinnu. Þetta tekur tíma. Það hefur oft þurft að safna heilmiklum gögnum sem að hafa hreinlega ekki legið fyrir, fara í sérstaka rannsóknir fyrir rammaáætlun. En þessi vinna tekur ekki langan tíma. 4 ár eru ekki langur tími og verkefnisstjórnin hefur alltaf skilað sinni vinnu innan síns tímaramma, aðeins lengur þarna í fyrsta áfanga reyndar, en tafirnar hafa orðið á afgreiðslu Alþingis, ekki á afgreiðslu og vinnu rammaáætlunar, verkefnisstjórnar og faghópa.
Jú. Heyrðu, þá er ég búin með þetta. Þakka fyrir. Þá er það hérna... Fundarstjóri segir að nú hafi ég 10 mínútur fyrir Þjórsárver, þá verð ég að tala ennþá hraðar. Sko, ég ætla þá að byrja á því að hlaupa mjög hratt í gegnum svona það helsta sem að má telja upp í sambandi við verðmæti Þjórsárvera. Hvað eru Þjórsárver? Víðáttumikil, einangruð, gróðurvin á annars mjög gróðursnauðum hluta miðhálendisins. Ásamt Vesturöræfum, norðan Vatnajökuls, þá er þetta tegunda auðugasta svæði miðhálendisins og til skamms tíma var þarna stærsta heiðagæsavarp í heimi. Verin einkennast af vatni sem þau rennur, ferskvatn, jökulvatn, lindir, bæði ofanjarðar og neðanjarðar. Þjórsárver eru túndra með slitróttum sífrera sem birtist helst sem sífrera rústir sem að rísa upp úr votlendi. Það eru flæði engjar upp yfir jökul. Þetta finnst á 2 öðrum stöðum á miðhálendi Íslands, annars vegar í Hvítánesi, austan Langjökuls og síðan við Eyjabakka, norðan Vatnajökuls. En þetta er ákaflega fágætt og heimsvísu vegna þess að svona flæði engjar eru yfirleitt við ósa stórra fljóta. Saga fjölbreyttra vistkerfa í Þjórsárverum nær aftur mörg þúsund ár. Þetta er eitt örfárra svæða á landinu þar sem að hafa varðveist lítt snortin vistkerfi, það er að segja náttúrulegu gróður. Og Þjórsárverin gefa innsýn í það hvernig stóri hlutar miðhálendisins kunna hafa litið út fyrir landnám. Það deilir enginn að Þjórsárverin eru verðmæt af mörgum ástæðum. Vegna líffræðilegra fjölbreytni, þetta er alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, víðerni, mikilvæg og sérstök vistkerfi, sífrerarústirnar sem eru mjög fágætt fyrirbæri í Evrópu, vistkerfi lítt snortin af áhrifum mannsins sem er nú orðið ansi fágætt í heimi 21. aldar, einstakt landslag og þannig eru líka til dæmis gæsaréttir frá miðöldum, einu slíku á landinu. Og síðan sem að kemur við Norðlingaölduveitu og Kjalölduveitu, fossaröðin í Þjórsá, sunnan Þjórsárvera. Og þar eru helstu fossarnir Hvanngiljafoss, Stingur og Gljúfuleitafoss. Það hefur verið deilt vernd og virkjanir í Þjórsárverum í 70 ár, alveg frá miðjum 7. áratug síðustu aldar. Og áformin hafa oft verið ansi stórkarlaleg. Eins og til dæmis áformin snemma á 8. áratugnum þar sem að efsta lónhæðin af 3 sem var lögð til hefði sett nokkurn veginn öll stóru verin og kaf og náð upp í Arnarfellsmúla. Þau eru friðlýst 1981 en lónið var samt inni lón við 581 metra. Á svipuðum tíma er þá byrjað á Kvíslaveitu og með henni eru teknar allar þverar Þjórsár úr austri og veitt í Þórisvatn og í 5. og síðasta áfanga Kvíslaveitu var Þjórsár sjálf svo tekin. Þau eru sett á lista Ramsar-sáttmálans yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði 1990. Það var borin á sínum tíma fram þingsályktunartillögu að Þjórsárver fari á heimsminjaskrá UNESCO og síðan stóð til að stækka friðlandið sem var afturkallað með dags fyrirvara eftir að Landsvirkjun hafði samband við Sigurð Inga Jóhannsson, þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra. Tillögur veitu vatns frá Þjórsárverum og í Þórisvatn hafa farið 3 í gegnum rammaáætlun. Fyrst í fyrsta áfanga þá var engin formleg afgreiðsla, síðan Norðlingaölduveita með lægri lónhæð í öðrum áfanga, verkefnisstjórn ráðherra lögðu bæði fram tillögum að þetta færi í verndaflokk og svo var einnig afgreiðsla Alþingis. Í 3. áfanga var búið að breyta tilhögun á veitunni. Verkefnisstjórn ákvað
að vísa eða setja svæðið aftur í verndarflokk með rökstuðningi eins og stendur þarna. Að fengnu áliti faghópa 1 og 2 taldi verkefnisstjórn að væri að ræða breytta útfærslu Norðlingaölduveitu að sama vatnasvið Þjórsárver sé undir í báðum tilvikum og að virkjanaframkvæmdir á þessu svæði muni hafa áhrif sem skerða verndargildi svæðisins. Ákvörðun að setja Norðlingaölduveitu í verndarflokk byggðist fyrst og fremst á sérstöðu og verndargildi svæðisins. Eins og ég nefndi áður, það eru landsvæði sem að fara í verndarflokk. Þrátt fyrir að nafn virkjunarkostsins sé annað, vatnsból lónsins lægra, lónið minna og mannvirki neðar hafa framkvæmdir áhrif á sama landsvæði. Og því hefur þessi breytta útfærsla ekki áhrif á grunnforsendur flokkunar. Hvað langur tíma eftir? 3 mínútur eftir, ég sleppi þessu þá ekki. Þegar ég var að undirbúa þessa kynningu hérna, þá fór ég að reyna að átta mig á því hvaða áhrif Kjalölduveita eða þessa veitur myndi hafa á fossinn Dýng, sem hefði tekið sem dæmi þessa 3 fossa, stóru fossa í Þjórsá. Það var mjög erfitt að finna almennilega tölulegar heimildir, svo þetta eru mínir útreikningar hérna. Rennsli fyrir og eftir framkvæmdir, fyrir Kvíslaveitu þarna og eftir Kvíslaveitu, þannig að skerðing á Þjórsá, þar sem hún rennur út úr Þjórsárverum með Kvíslaveitu, er 43%. Það er búið að taka tæplega helming af vatninu. En áður en að kemur að Dýng, þá bætist við vatn úr aðalega 3 ám sem koma á vestri, Kisudalsá og Miklalæk. Og þegar búið að reikna það inn í, þá sést að skerðingin á fossinum Dýng er 38%, það eru 62% af vatninu eftir. Meðal rennsli Norðlingaölduveitu var á sínum tíma talið vera 39 rúmmetrar á sekundu. Meðal framhjárennsli, það sem verður eftir í farvegi Þjórsár, eru 16 rúmmetrar á sekundu, þannig að það verður þá það er þá 29% af upphaflegu rennsli. Ef maður bætir síðan við rennslunni við eins og það var upphaflega og því sem maður hefur bæst við, þá sést að eftir Norðlingaölduveita, og ég gerir ráð fyrir því að Kjalölduveita sé að minnstakosti mjög sambærileg, þá er þetta bara rétt 1/4 af vatninu sem að er eftir í fossaröðinni. En af hverju er Landsvirkjun að standa í þessu? Af hverju standa þeir í þessu ár eftir ár, áratug eftir áratug, á móti með verulega mótblástur í fangið að reyna að ná inn orkunýtingu úr þessu svæði? Það er upplýsandi að skoða aftur og bak það sem hefur komið fram í fjölmiðlum. Og hérna er klift saman viðtöl frá 2002, 2004, 2006, 2015 og svo 2025. Þetta síðasta er umsögn Landsvirkjun til Alþingis frá þessu ári. Norðlingaöldulón er eini kosturinn. Norðlingaölduveita tilbúin fyrir næstu stækkun. Norðlingaölduveita afar hagkvæm. Lykillinn að því að hægt verði að útvega stækkuðu álveri rafmagn og tilsettum tíma. Aðrar virkjanir eru ekki eins arðsamar og Norðlingaölduveita. Norðlingaölduveita, hagstæðasti virkjunarkosturinn, ódýrust. Og Landsvirkjun segir að hún telji mikilvægt að Kjalölduveitu verði ekki raðað í verndarflokk. Hvað blasir þá við? Rökin fyrir því að halda áfram arðsemi, hagkvæmni og þessi ægilega tímaþröng. Það verður bara að byrja í fyrramálið og þetta er eini kosturinn sem við höfum. Spurningin sem að mig langar til að varpa til ykkar og þið íhugið. Ef það verður farið í Kjalölduveitu, verður staðnæmst þar. Verður staðnæmst við þessa 564,5 metra. Hagkvæmnirökin munu eiga við
sem aldrei fyrr. Það kostar ekkert að stækka. Og til dæmis væri mjög ákjósanlegt að hækka vatnsborðið þannig að það verði sjálfrennsli í Þórisvatn. Ekki dæling. Það ekkert mál að fara í þetta og það hvortið búið að raska. Smá hækkun í lóninu lítil viðbótaröskun en þetta eru svakalegir fjárhagslegir hagsmunir og við getum reddað hvort sem það álver, gagnaver eða bitcoin orku á morgun. Hvar á að nema staðar? Takk fyrir.